Andri Snær Magnason. Sæll. Rithöfundur, ljóð, skáld og vinnur við alls konar eins og leiklist og kvikmyndagerð. Já. Velkomin til 27. Takk fyrir. Þú búin að vera að vinna í tveimur heimildamyndir núna undanfarið eða? Svona síðustu verk sem kom frá mér eru 2 heimildamyndir. Það var Þriðji póllinn sem ég gerði ásamt Anni Ólafsdóttur og var svona óvart varð til það má kalla svona accidental filmmaker þar segja Högni Egilsson þegar hann steig fram með sín geðhvörf varð innblástur fyrir Önnu Töru sem alin upp í frumskógum Nepals íslensk stelpa en var líka að berjast í geðhvörf og lifði í skugga svona skammarinnar fyrir að vera með geðsjúkdóm og þegar Högni steig fram það var innblástur fyrir hann að efna til geðheilsuvakningar í Nepal í Kathmandu. Hringdi Högni að bað hann að koma og spila og Högni hringdi í mig og spurði hvað það gera næstu helgi og ég segi svo sem ekki neitt og hann segi viltu koma með til Kathmandu og Anni Ólafsdóttir kom með okkur og það endaði bara sem svolítið grandmynd Þriðji póllinn og svo þeir áttu frumsýna hana og þá og bara slá í fylla all kampavínsglöss og gera allt klárt og setja út rauða dreilin þannig að kom koronaveiran þannig að það var ekki hægt að frumsýna og þá fórum við af stað með kvikmyndavél aftur við Anni hringdum eiginlega bara í Kökl og spurðum ykkur þarna út að veiða bara svona skrásita hvað að gerast og þá voru eiginlega bara allir vélar í hillur allar svona sem annars eru notaðar í ófærð og svona góðu kvikmyndavélarnar og við bara spurði mér til að taka smá séns með okkur og við bara ætlum að fara að fanga hvað að gerast fanga svona hugsanir fólks og bara tíðarandan við veitum ekki alveg nákvæmlega því að það var allt í óvissu og þá gerðum við myndina Tídægur eða Apocalypse sem að svona eiginlega fangar hugsanir fólks svona í miðri óvissunni og svo ætlum við að kvikmynda Auðstræti og Torgen það var frekar Auðstræti bara það ekkert mikið að gera þannig að við fengum listamenn sem að hefðu eiginlega mist sín svið svona í tónleikasölum og víðar til þess að fylla þessi Auðstræti af einhvers konar list þannig að við erum með Unni Elísabetu dansast í gegnum Leifsstöð út af flugbrautina og svo var þetta að einhverju svona alls svona mystískum svona hugrifa pakka sem að komin út núna og verður í sjónvarpi Símans núna í október. Og bara tilbúin. Nú er gaman að horfa á það. En getur þú nefnt eitthvað minnstur í þessu í hugarangri fólks bara Já, þetta var náttúrulega það var óendanlegt hvað þetta var að gera. Við vissum að Jóhannes Kristjánsson var að safna meira svona sjúkrahús og beinlínis veikindanum og víði og allir þessu og við ákvæmum fara alveg bara í alveg þveröfuáttina og fórum við svona að spá í hvað fólk sem að mér hefur þótt svona vera svona alltaf sjá dýpra en aðrir svona heimspekingar og listamenn mikið galdrakonur, svona Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur, Elísabet Jökuls skáldkona, þannig að við fórum dálítið mikið bara í svona hvað hefur verið gáðan að vita hvað þarna okkar hugsuðir voru að hugsa í spænsku veikinni. Þannig að við eiginlega fórum bara beint í hugsuðina og ljóðskáldin og fólk sem að áða til að orða veruleikann svona aðeins svona öðruvísi heldur maður sér kannski á yfirborðinu og Dóra DNA líka og fleiri. Og svona almennt var fólk mjög mystist á þessum tíma. Þar sé að fólk var svona þá hafði verið svo mikla loftslagsbreytinga umræða það var svo mikil hraði, það var bara alltaf flegiferð og svo þegar allt stoppaði það var svo ótrúlegt að upplifa það að það var bara eins og hönd Guðs eða bara tekið handbremsuna þannig að fólk var svolítið mystist svona, fólk var svolítið mikið að hugsa sko að þetta væri viðvörun frá almættinu fólk sko það var alltaf sagt við verðum að stoppa en svo alltaf sagt það ekkert hægt að stoppa við erum bara hagkerfi og reglurnar og kapitalismi og neyslan og bara það ekkert hægt að stoppa neitt svo bara allt í henni bara byrtist ykkur landamæri og bannaði að gera hitt og þetta og bara mátti ekki fara og mátti ekki við varum bara kyrrsett og fólk var náttúrulega
umhugað að það var engin sko, sársaukan og veikindin en samt af því að það var í rauninni við náðum það góðum tökum á því í rauninni að þá í rauninni var svona flestir bara í rauninni að setja þetta í sambandi við bara hvernig við erum að fara með jörðina og þessi spurningu sko munum við læra á þessu sko munum við þá geta stoppað ef við getum stoppað allt fyrir svona veikindi sem að í rauninni koma fram eftir 2 vikur en getum við stoppað vélar sem við vitum að munu kannski henda okkur fram á brúninu eftir 30 ár eða 20 ár þannig að það var svolítið mikið svona það var þetta geðheilsan líka og einmitt þetta bara getum við lært af þessu munið þetta hafa varanlega áhrif á hvernig við sjáum heiminn eða ekki Það er vonandi en mjög áhugavert að heimurinn að vera að senda ykkur skilaboð með að hægja hans á okkur og Já, það var, menn voru alveg bara svona í opinberinu bókinni sko. það var bara fyrsti hesturinn eða eitthvað sem var fyrsta pláan af 7 eða eitthvað. Það við vitum aldrei. Nei, maður veit það ekki sko. Nei, en ég veit ekki hvort þú er hlustið. Ég fer í gegnum svona sömu spurningar. Fyrsta svona alltaf tengd þeim sem er mættur. Já. Þannig að þetta bara, sé oft að þetta sé svona sálfræði heimspekilega spurningar sem við fyrir sem einhver umræðar í. Þannig að en fyrsta er botnaði þetta, skrif eru. Skrif eru, já, þú verður að senda mér þessar spurningar. Ég geta komið alveg rosa fín svör. Sko, að skrifa er svolítið ferðalag út í óvissuna. Maður er með einhvers konar grun eða hugmynd hvert maður vill fara. En síðan verður eiginlega allt til á meðan maður situr við og framkallar það. Þannig að skrifir svona í rauninni svolítið að framkalla, maður leggur fram einhvers konar tilfinningu, einhvers konar löngun eða hugmyndum hvað maður vill gera og svo tekur svona 2 ár, 3 ár, ég vil 10 ára framkalla þetta einhvern veginn í verk. Það er svona fyrir mér að svona skrásetja og svona fanga einhvern veruleika og kjarnan. Svona, þetta er alltaf eima, svolítið gullgerðarlist. Þessi að svona hræra 777 sinnum í sömu lausninu þá maður sér glampa í eitthvað og þá sleppir maður í. Og síðan alltaf nú kemur eitthvað út úr þessu. Já, þannig að og ég held að sko, mér finnst sköpun bara vera mjög keimlíkt. Ég held að Ásta Fanny, hún er í myndinni hjá okkur, hafi lýst þessu best fyrir mér daginn að því hún er myndlistarmaður og tónlistarmaður og ljóðskáld og svona bara svolítið svo Raggi Kjartans eða svona bara getur bara ákveðið að vera rockstjarna og getur svo bara ákveðið að vera ljóðskáld svona hefur þannig að fólk spyrir mig hvernig að vera stundum barnabókahöfundur, stundum ljóðskáld, stundum kvikmyndagerðarmaður, stundum að gera leikrit og þá var svarið hennar sko að þetta væri svona svo sundlög, það væri fjórar brautir sem við getum synd eftir en þetta væri allt svona sama vatnið þannig að maður er alltaf í sama vatninu, maður er bara sikkur brautinu, já. Það er mjög háður, þannig að þú ert á 4 brautum eða eitthvað? Ég er með svona cirka 4 brautir en mér finnst ég alltaf að vera í sama vatninu. Já, því það svipar sem tengist á sköpunarferlinu í flestum af þessum já, og mér sagði eins og þó bókmyndir og kvikmyndalistin eða vera ólík að þá finnst mér bara það að vera á klipp í línunni. Mér finnst það bara mjög svipaferli og skrifa bók. Þar sem maður er með hugmyndum einhvern boga. Maður er bara að vinna með öðruvísi efni við, ekki orð, maður er að vinna með myndheim og já, orð sem eru þá komin sérstaklega heimildamynd til dæmis, þá er það orð sem er í munni viðmælanda og síðan bara tilfinningin, maður horfir á okkur og segir bara já, ég bara finn ekki nóg mikið til, það er eitthvað sem þarf að herða eða breyta og það er í bókum líka að
bara ef það eitthvað þungt þá bara eitthvað að og svo þegar maður bara fara tilbaka og leita því og svo eins og leiksviðinu það bara líka þá er maður með eitthvað sem að maður heldur að virka mjög vel og svo bara eitthvað að og þá bara það þessi sársöki, mér finnst alltaf sami sársökin í því að leita að svona akkurat rétta flæðinu, réttu tilfinningunni svona maður veit hvað maður ætlar að finna en sko leitin það getur oft verið svona tekið smá tíma sem lætur þetta þá bara verkið þá dansa í rauninni, eða? Já, sem bara þá veit maður að já, svona átti að vera já. Það er eftir að lýsa ég nákvæmlega en það er þarna það er líka svona bara eitthvað skiptispor bara eitt orð getur hent áhorfandanum eða lesandanum í vitlausa átt bara í vitlausa hugsun og fer bara söður í stað fyrir norður og sérstaklega eins og þeir eru að vinna með svona efni eins og í Tímann og vatninu loftslagsbreytingar og annað loftslagsbreytingar eru svo leiðilegt efni það langar engan til að lesa og ég kynntist því líka þegar ég var að skrifa bók svona hálendið og að pólitísk umræða er erfið að því leyti að hlutinni verða svo útvatnaðir, það verður svo þreyttir og það verður svo mikla klisjur og það verður svo mikið orðum sem eru bara eins og maður les bara yfirlýsingar stjórnmálumanna, maður sé bara jafnvel heilu málsgreinar sem að maður veit að sá sem sagði þær bjóðar ekki til það bara varpaði fram svona hnullungi af texta sem maður hafði síð ofta áður hjá okkur öðrum, bara svona endur varpar og mér fannst í sambandi við svona stórmáli og loftslagsbreytingar og hálendið á stóriðina mikilvægt í rauninni að rífa upp orðin og orðfærið hvernig fólk talar og minna fólk á að efnið er mikilvægt og áskorunin er í rauninni að gera efni sem er mjög mikilvægt ég vil bara upp á líf og dauða að gera það áhugavert og fá fólk til að hugsa einhvern veginn aftur efnið Eitt sem ég heyrði í þessu er sko einhvern tímann sem náð mér í rauninni, það var sko við erum alltaf að tala að bjarga plánundinu en að bjarga mannkyninu ég held að fólk tengi mér það fattar hvert þér að fara þannig að það næri manni alltaf að segja þau plánundan hún spjarra sjálfur sko Já, hún mun alveg sko við verðum bara svona eins og einhver leiðinda ísöld ísöldi, hún skrapaði bara allt niður í berg alveg til New York skilur bara, og var ekkert skemmtilega fyrir það lífríki sem hafði áður verið þar sko þannig að það sem við erum að gera getur verið er þetta aðeins alvarlega en það því að við erum að höggva nær plánundinu heldur en ísöld en samt sem aður svona á 20 milljón ára skalanum þá reddar hún sér sko en það er spurning hvort að hvernig verður fyrir okkar börn og barnabörn að lifa við sjávarmál sem er komið úr jafnvægi og borgir sem að öllu jöfn ættu vera bara að byggja upp samfélagið og innviði og sjúkrahús og svona er kannski eða allir í sín orku bara í að byggja veggi við strandlengjuna eða gera við borgina eftir eitthvað fellibíl og svona þannig að þegar náttúrun er farin að höggva þá svona verður bara til hnignun og óreiða og það er eiginlega það sem að svona menn óttast mest í sambandi við loftslagsbreytingarnar það er bara hvað gerist leið og það er verið að þjarma að strandsvæðum öllum strandsvæðum heimsins og þar á leiðandi bæði akuryrkjulöndum og bara híbýlum og hafnaborgum leið og Himalaya-jöklarnir eru hættir kannski að veita eins miklu vatni til fólksins eins og það þarf að halda leið og mannkyni fjölgar 2 milljarða eins og ég var með ráðstefnu í morgun fekk svona heiðurinn að opna byggingaráðstefnu norræna byggingaráðstefnu og það var svona sláandi tala kom þar fram að til 2050 þá þarf að byggja sem jafngildir 1,5 milljón manna borg í hver einstu viku Já. Það er mannfjölgunin upp á 2 milljarða eitthvað til 2050
jafngildi því að við þurfum að reisa 1,5 milljón manna borg á hverju einustu viku næstu 30 árin. Það hægt? Við erum alltaf búin að gera það sko, síðustu ár sko, en þetta alveg sko sturlu staðarinn. Þetta rosalegt viðfangsefni, þannig að leið okkur fjölgar þá uppspretta, þá að þjarma að auðlundum og öðru og hugsalega loftslagsbreytingar að fara aðeins úr böndunum. Þannig að þetta rosa svona snúin staða sem mann kynir í. Algjörlega. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig? Hvað lærðir af henni? Ég held að það eru svona margar bækur. Hvaða bók hafði mest áhrif á mig? Ég held að ég hafi svona ég held að það sé örugglega bara það er svona margar bækur. Það er svona ljóðabækur sem eignaðist þegar ég var unglingur og var ekki neinu svona ljóða umhverfi. Og síðan ég vinnu mín allir bara fótboltastrákar og árbænum og eiginlega enginn sko að pæla í ljóðum. Nei. Og vinur pappa Þórður Helgason gaf mér fullt af ljóðabókum og skrifaði ljóðabækur sjálfur. Og ég hef aldrei lesið ljóð svona sjálfviljugur en bara einhvern veginn fór að lesa þetta hugsa bara já, mikið vildi ég að mér dottið þetta og þá voru þetta eiginlega safnrit af ljóðum eftir bara svona mörg fínustu svona ungu skáldin á þeim tíma sem var kannski 10-15 árum eldri en ég en ég var ekki neittni svona kreðsu og síðan bækur eins og eftir Kurt Vonnegut sem fengum illa langarlega að skrifa Breakfast of Champions eftir hann þá hugsaði ég að mér langarlega að skrifa svona vísindaskálskap bækur eftir Guðmund Pál Ólafsson Fuglar í náttúru Íslands og þannig bækur ég hugsaði að mér langarlega að skrifa eitthvað svona náttúru ljóðabækur þannig að það er eiginlega svona margar bækur sem ég get alveg rakið mig niður til að Lofstar er til út af því að Vonnegut var þarna bónusljóð eða ljóðabækurnar mínar til að því ég las þessar ljóðabækur Bréfbátarigningin eftir Gyrði Elíasson þetta er alveg margar bækur ég var spáð hvort það væri svona það er svona margar bækur sem að ég gæti kannski bara sett bara svona vampírutennunar í bara svona, vá, ég vildi að lesa þess og ég las það kannski aftur til að bara Þórarinn Eldjárn smásögurnar hans ég sagði, vá, mér langar til að skrifa smásögur þetta er svo skemmtilegt form þannig að þetta er svolítið svona smá bunkja bókum þetta getur kannski svona 10 bækur sem að ég las frá svona 15 til 20 sem allar fengum mig til að hugsa bara já, mér langar til að vera þetta finnst mér skemmtilegt og það getur verið Steinn Steinar og það getur verið Þórður Helgason það getur verið Guðmundur Páll það getur verið Gyrðir Elíasson getur verið síðan ævintýri eins og Momo eftir Mikael Ende sem að ég sá bara alls konar bækur sem ég var sorgmættur þegar ég kláraði að ég hefði viljað að það veri bara 300 blaðsíður lengri af því að mér langar svo að vera áfram í þessum heimi og svo bara goðafræði Biblían ég las hana þegar ég fekk hana frá Gideon félaginu þegar ég var 10 ára já, okay. Mamma, hvað þýðir að drýja hór það bara ég held maður ætti að vera að lesa hana og þarna ég var samt ekkert ég held ég ekkert verið lestara hestur en það var bara minna áreiti og það var eðlilega bara væri að lesa eitthvað þannig ég held að þetta er svona ferillin minn er alveg bara með svona beina rætur í eitthvað af þessum bókum og svo goðafræði og ég skrifum það í bókinu minni þarna tíman og vatni að ég fekk sumarvinnu hjá Árnastofnun þegar ég var eitthvað svona 23 ára 24 ára
og satt yfir handritasýningunni í Árnasafninu og var með konungsbók eddukvæða til sýnis þannig heilt sumar og las hana í frumhandriti af því við þurftum að opna nýja blaðsíðu á hverjum degi og svo fattaði ég bara eftir á að bara eiginlega öll verkin mín síðan þá ég bara undir mjög miklum áhrifum frá goðafræði án þess að standi kannski í bókinni sko. Já, okay. að Tíminn og vatni þar ég leitað auðumlu Blái hnötturinn, þar ég að búa til einhvers konar goðafræði hvað þýðir að búa á hnetti að því eiginlega all goðafræði heimsins var búin til áður en við byggum á hnetti þegar við bara heldum við varum einhvers konar flatni, ég veit ekki eins og hvað við heldum við værum á, menn voru kannski eftir að pæla í því, það bara jörðin var bara eitthvað svona óendanleiki út í óendanleikan og því fjær sem fer miðjunni eða miðgarði þeim mun ógnværlegri vera skepnunar og þeim mun meiri ástæði fyrir Þór að slá þau með hamrinum en síðan að það býr á hnetti það allt annað kerfi sko að þeim mun lengra sem fer að heiman þeim mun líklega að þú hittir eitthvað sem bara alveg sem þú og hugmyndin mín var að það þurfti bara að uppfæra goðafræðin að búa til goðafræðum hvaða fjallar að búa á hnetti og ef einhver dettur í að setja nagla í sólina og vera myrkur hinn með hvað gerist þá og þannig að Lofstar, Blái hnötturinn Tíminn og vatnið bara undir mjög miklum áhrifum frá því að hafa fengið að vera með konungsbók eddukvæða bara í frumhandriti heilt sumar. Já, þannig að það alltaf eitthvað sem komið til þín og vakið áhuga og haft áhrif á hvað þú vilt skrifa og inspírað verkin þrátt fyrir að það kannski standi ekki inn. Já, það býr til kannski skapalón eða maður vísar í það eða hefur áhrif á bara frá hvaða afstöðu maður skrifar það og ég var svo magnað bara tímafaktorinn bara 700 ár, hvernig geti ég verið að skrifa til einhvers sem mun skilja það sem ég er að segja eftir 700 ár bara svona þessi hugmyndum tíma, orð hvað orð geta endurómað lengi og hvað er kannski mikil áskorun að reyna að skrifa eitthvað sem geti lifað mann sjálfan eða allavega lifað á meðan maður lifir sjálfur. Hvað hefur lesið hérna eftir Albert Huxley? Brave New World. Já. Brave New World og líka hérna eftir hann 1984. Já. Lofstar var svona hugsið sem uppfærsla á þeim bókum. Þannig að Brave New World og það var svona og síðan 1984 og ég hugsaði að mér langaði til að skrifa einhvers konar bók alræði stemningsmannana svona markaðarins út frá loforðum upplýsingatækninar þetta var kringum árið 2000 það var eitthvað svona í framtíðinu verið allir sítengtir ég alveg bara, það er ekki að ringja inn í interneti það verið bara alltaf í sambandi ótrúlega mikil útópía og í framtíðinni þannig að ég fór svona bara framreiknað allt saman og var svona að hlusta mikið á FM 957 svona stemninguna þar og var eitthvað svona, hvernig verður svona samfélagi sem verður svona tæki upplýsingateknina og stemminguna FM 957 og bara svona kyrði yfir allt og kannski líka í samfélagi svona nýtinguna sem sagt það var alltaf verið að færast nær allt svona alltaf verið að nýta meira og meira sko. Það var þarna þú veist, það var ekkert að hálendinu sem var ekki að nýta allt áhorf var nýtanlegt þú veist, það var svona góður hugmyndir að setja auglýsingar í skóla allir með því það var svona nýtanlegt pláss og ég var að hugsa svona samfélagið sem bara allar hugmyndir var keyrðar í botn bara alveg til enda og hvað myndi gerast og það var svona bara taka alla svona tendensa sem ég fann í loftinu og bara skrúa það allir fyrir 10 og eima þá síðan í bók þannig að hún er mjög eimið og einhver sagði að svona vennileg bók er svona svo bjór svona 5% hugmyndir sem er kannski svo léttvín svona 11% hugmyndir mér langaði til að búa til bók sem væri svona tequila væri bara
svona 45% bara svona næstu því ofram eða eins og Egils þykni það þyrfti í rauninni sko vandaði í rauninni að blanda það sko og fekk síðan rosa viðbrögð einmitt áður en internetið stál öllum lesendum frá svona allavega tímabundið svona stál henni lesandi kynslu þá voru strákar að ringi mér svona 18 ára hörðu þannig að ég hef aldrei klárað bókin bara Lofstar bara hvað varst að gera eiginlega þannig að hvað eiturlyf tekur og hvenær kemur bíómyndin þannig að ég vekkur þess að sterk viðbröð ég held að það hefur verið með þetta örfunin í henni bara það er bara ný hugmynd bara á hverju einstu blaðsíðu sko. Það var ég spurði Villa Net og veit ekki hvert, þú veist hver hann er hann nefndi Lofstar það var bók sem hefði haft mest áhrif á hann sko. Nákvæmlega, það var gaman að það hún hefur alveg lifað ótrúlega og verið svona leiðinlega sansbá þannig að hún hefur færst frá því að vera eitthvað svona framtíðasýn yfir að vera parodía svona samtíma parodía Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Já, hvað héldi einu sinni að væri satt? Ég held ég að haft rétt fyrir mér alveg frá því ég var lítill. Nei, sko... Þetta er alveg góð spurning. Sko, mér fannst alveg sniðugt að fara í framboð. Þegar ég fór í hérna framboð sjálfur. Sælla minninga. Ég ber miklu meiri virðingu fyrir fólki sem fer í framboð eftir það. Mér fannst, ég átti það til að finnast bara svona stjórnmálum minn vera spiltir og fáiðar og eitthvað svona bara en ég svona mér finnst það vera minna satt. Ég ber miklu meiri virðingu fyrir fólki sem að við báðum lýðræði sem þýðir að fólk þarf að leggja á sig þá þrekraun að fara í framboð og leggja höfuð sitt undir og æru og bara persónu sína undir dóm kjósenda og ég ber miklu meiri virðingu fyrir fólki sem gerir það eftir ég prófaði það sjálfur af því að það er svo auðvelt að vera bara eitthvað starf nei, þeir eru allir spiltir en þú ekki verið frambúð sjálfur Nákvæmlega og þannig að hvað ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona skýr svona hugljómin hvað mér fannst satt jú, kannski sem mér fannst ekki, kannski bara kannski ég veit ekki, það var eitthvað að tala um daginn að mér finnst fólk miklu fallegra núna heldur en mér fannst þegar ég var yngri ég hugsaði bara svona þegar maður var svona 17 ára þá ég hugsaði geta aldrei verið ástfangin af 25 ára gamalli konu mér finnst allir verið svo gamlir þessu var eldri mér finnst þessu rosalega gamlir og skildi ekki hvernig og mér finnst eiginlega eftir því sem er eldist að mér finnst eiginlega allir fallegir eiginlega það er einhver eiginlega bara öllum aldri eitthvað svona hugmyndir mann sem að eldast og vera ljótur eða eitthvað mér finnst það bara ekki eiga við það bara ekki við Nei, mér finnst ekki. Mér finnst allir vera eitthvað svona, með svipun á sér bara. Fyrir aldast. En mér finnst eiginlega fólk miklu fallegra eftir því sem við erum eldra. Já. Alveg fegur því aldast líka. Já, mér finnst það bara, það er alveg niðurstaðan mín, svona kannski, maður var alveg eitthvað bara, maður toppar 20 maður fallegastur þegar maður 20 eða 19 ára eða eitthvað það er svona menntaskóla svona kannski svona menntaskóla og mér veist bara allar konur sem var hjá gamla systur minni bara eitthvað svona eldgamlar konur og bara eða fólk eða kallar bara 30 kallar bara ég veit ekki hvað en mér veist fyrir fólk miklu fallegra það er svona niðurstaðan Mér veist líka áhugapunktur sem komst með það er svo auðvelt að sitja bara og dæma aðra að segja að geta gert hlutina betur en aðrir eða segja hvað einhverju gerði einhvers staðar rátt en þú veist, prófa þú að fara í framboð fattar mig, þú veist, testa það og sjá hvernig þú myndir vera áður nú ferða að gaggrina þetta sé miklu þú veist,
það sem á skilið sko kredit gaurinn sem á stríðsvöllum sko, þú veist, sem í frambúðinu sko, þú veist, hann að fá þessu högg á sig og hann samt að bjóða sig fram sko. Og mér finnst það einmitt vera nákvæmlega, þú veist, þú ert komin nokkuð steg bara strax fyrir að leggja það á þig sko. Nákvæmlega. Og við börðumst fyrir þessu kerfi sko. Þú veist, við vildum fá þetta kerfi og viljum hafa þetta kerfi. Nákvæmlega. Þannig að frekar en að vera bölva fólkinu þá bara bjótið bara fram. Bjótið bara fram. Gerðu það bara. Ég hefði einhvern tímann sko taktu til í ein húsi árunum fyrir gagnrýna heiminn sko. Já. Svona. Já. Það er líka kannski þetta svona einmitt svona góðir og vondir og allt þetta. Svona, heiminn allir vera svona línunum ekki skýrar kannski. Nei. Manni fannst kannski þegar maður var yngri. Já, annarkvort verið heiminn þá góður eða vondur eða... Já, góða lið og vonda lið. Já. Svona... Þetta meira blurri en það sko. Já, miklu óskýrara. En ég held að sko... Já, og í samtíð ránkömyndi líka svona, þegar maður var yngri, það var líka, og þá var ég aftur að tala bara um menntaskólarinn eða eitthvað, það var bara, já, þetta eru bestu ára ævinnar, menntaskólarinn. Já. Mér finnst það líka verið eitthvað svona algjör ránkömynd. Maður heyrir þetta, maður segir þetta með sér við aðra sko, og maður heyrir þetta sko. Já. Og bara líka gagvart þeir sem voru að missa menntaskólarinn. Já. Kórnuverðin, sko. Mér finnst menntaskólarinn ekkert endilega að vera bestu árin. Nei. Bara fullt af árum sem eru bara betri skemmtilega og vinum sem að regnast löngu setna. Já, bara mismöndir svona þroska skeið og bara innansíkt að lifa. Og mér finnst það vera kannski stærsta ránkömyndin sem mér fannst vera kannski skaðlegasta ránkömyndin sem var kannski innrætt með manni. Og mér finnst þetta vera skaðleg hugmynd að segja manni núna eru bestu ár búinn og núna fyrir eitthvað annað. Að það er alveg svona sem bara gegnum alla ævina eru tímar bara sem eru bara misjafnir en alls ekkert hægt að segja eitthvað svona skýr toppur segja eitthvað þegar maður er ungur og villis. Ég heldur bara allir sem maður hlusta er bara hægt að segja hægt að bara segja þetta. Þetta er ógeðslega algengt. Og hægt að pína mikið menntaskólakrakkarnir sem voru að glata Já, sorry, þið mistið bara bestu ræfinu. Bestu ræfinu, það er bara því miður, þið er bara að fá að gefla. Það er farið. Hver er helsti vendupunktur sem eru upplegað lífundið þessa? Það er svona já, margir vendupunktar. Ég held nú bara vendupunkturinn sé þegar ég bara kom út úr skápnum og gátt bók sko. Þannig að bara þetta, já, bara steig fram sem ljóðskald sko, eða þannig að í rauninni síðan þá hefur ekki verið aftur snúið að ég reyndi læknisfræði, fór svo í íslensku og svo gaf ég út bók og þá var maður einhvern veginn svona formulega komin inn á einhvern svona akur, inn á einhver svæði sem að felur í sér mikla áhættu, möguleika, frelsi, ótta, kvíða og svona að mér finnst eiginlega merkilegt svona eftir á ekki að ég hef þorað að fara þangað sko, taka þetta skref. Og síðan var kannski manjulega eftir öðrum vendipunktið eins og þegar Draumalandi kom út og af því þá var ég að stíga inn á miklu svona meiri vígvöll sko, svona inn í svona harðari þjóðfélagsumræði og setja mig svona svolítið að veði eða svona bara mér fannst ég vera að taka talsverða áhættu svona að byrja að taka sénsinn á fólki líka illa við mann eða maður væri að ógna hagsmunum stjórnmálamanna eða stjórnmálaflokka. Þannig að svona vendipunktarnir hjá mér hafa verið kannski alveg mikið þar og svo náttúrulega þegar maður eignast barn þá svona klikkar eitthvað stórt hjá manni sko. Búin að prófa það 4 sinnum það er svona margir vendipunktar en þetta er svona stórir vendipunktar, það er svona stígaskref, gefa út bók og því maður er svona berskjaldaður og bara svona
ég myndi segja svona þessi stóru vendupunktar sem þarf virkilega bara að hugsa sig svona, gefa út bók og allt bara fá barn í fangið eða þegar maður gefur út öðruvísi bók sem maður finnur að maður svona virkilega að svona reyna að hreyfa við kannski stærri öflum heldur en bara að skemmta eða bara fá lesendur heldur virkilega bara breyta stóriðu stefnu þjóðar og það var alveg svolítið stórt sko og ég held að þannig að ég held að það er svona vendipunktarnir held ég hjá mér sko. Algjörlega. Hver er uppáhalds tilvinnunni þín og af hverju? Já, ég nota hana nú í Tímar á vatninu, þannig að taktu eftir því sem þú tekur eftir Þorvald Þorsteinsson, hann var svona snillingur í að nýta hluti. Taktu eftir því sem þú tekur eftir? Já, taktu eftir því sem þú tekur eftir. Og það tekur ekki alltaf eftir því sem það tekur eftir. Sko, ég held að það var stærsta lígin náttúrulega sem við sögðum okkur að við tökum eftir öllu sem við fyrir fram að nefna okkur. Sko. Já. Það var einhver hérna... Og það var svona, svolítið, sko, að því að stundum er maður sagt að maður er vera einhvern ákveðin hátt og maður er svona að reyna að vera það. En svo er maður í rauninni bara að taka eftir einhverju allt öðru. Og þetta getur kannski átt við einhvern kannski unga mannesku sem sagt að farði í lögfræði eitthvað en hún er að taka eftir einhver allt öðru en tekur ekki eftir því finnst hún að ég fara einhver svona rökréttabraut eða þá að maður sjálfur rithöfundur og maður er sagt, já, núna ætti þú að skrifa skáldsöguna þína en hausinn minn er bara upp á hálendi bara virkjanir bara eða bara, já, samfélagsmál þarna eyðilegginga hálendinu en svo bara, já, ok, skáldsöguna, ég ætla að skrifa skáldsöguna en ég hafði ekki tekið eftir ég tæki eftir þessu og ef maður tekur eftir því sem maður tekur eftir þá er líklega að maður verið samferða sjálfum sér í lífinu þar segja í vinnunu og í sköpunarferlinu og svo var frábær tilvitnun eftir Guðmund Pál sem hann fekk frá Baba Diom sem er senegalskur skófræðingur og ég þurfti nú bara að flettinu upp svo ég færi rétt með hana því að ég var að koma úr upplesturferðilegi erlendis og ég las hann svo oft á ensku þannig að ég gleymdi henni ég hefði lært henni þetta bókar þannig að bara takta eftir því sem þú tekur eftir. Já, mér finnst það en þá taka eftir líka bara sko já, hvert, út af því að, já, það fara alls konar skilabók hvað maður er að gera og maður prófar eitthvað svo framins, þess að finnur maður eitthvað í hjartanu, að sinnsanleika eða hausinn að taka eftir því og þá líka að þegar þú tekur eftir það sem þú átt að taka eftir að þá að fylgja því líka og það er sko og þá rennur maður oft svolítið bara eins og vatn sko. þá er hluturinn bara í rauninni auðveldur sko. Það sem var rembingur það sem er að reyna að fara gegn einhvern veginn sjálfum sér að reyna að gera eitthvað þá bara allt í henni bara, já, þetta er svo auðveld þarna er fókusin minn og þarna liggur flæðið hjá mér en já, þannig að þetta var svona tilvitnum sem að hún er mjög góð ég hélt mikið upp á og hjálpaði mér alveg svona, ég með til þess að þannig ég bara oft minna mig á þetta og þannig að til að koma svona skemmtilegar tilvirknir en Guðni hérna í Rópjók og ég get ekki muna neina en það gátt oft er svona skemmtilegar svona litlir mólar sem að allt sem þú veitir aðtekli vex og dafnar það var bara mjög að vera setningin hans að hann er með alls konar þetta er svona svipuð setning ég veit að þeir voru miklu vinir sko Guðni og Þorvaldur Guðni er alveg hann getur látið mann bara að hugsa já, ok það er alls konar orð frá honum sem að láta mann hugsa sko. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Já sko ég veit
veit ekki hvort ég hef bætt líf mitt en ég sko jú, það eiginlega bara þetta sko að gera ég held ég nú lent í svona mér finnst líf mitt samt alltaf verið svolítil óreiða sko og lítil regla þannig séð og svona, mér finnst ég alltaf vera sko, mér finnst ég alltaf ekki kunna skrifa til mér, þess að ég bara mér finnst, í hvert skipti sem ég byrja á bók þá finnst mér að vera byrjandi mér finnst hver ný bók vera bara alveg bara glænýtt ferðalag, mér finnst ég ekkert endilega taka með mér, ég öfundast stundum svona eins og Arnald eitthvað, mér finnst þannig sem ég geta bara spænt upp bara glæpasögum bara og ný á hverju ári, mér finnst alltaf erfitt að byrja á verkefni og geta verið alveg svakalega einhvern veginn þegar mikla hleðslu til að koma mér í gang það var reyndar ég fór í svona eitthvað svona á síðasta ári bara það var komist í ræktina hjá brjáluðum kýpurgrykkja Kojak já, Kojak svona þar sem var outsourcar sjálfsaganum kaupir sér sjálfsaga eða fær bara auka sjálfsaga frá öðrum manni það hefur reyndar mig mjög vel að komast í meiri hreyfingu og endur uppgöta að maður er líka mig eða til að gleyma því ég sérstaklega eftir eins og þegar ég skrifaði bókina menn ég var svona orðin eins og svona gollur ég var svona orðin bara svona ég var orðin svona orðin beygður eiginlega að ég sitja í 16 tíma á dag að klára verk en hjá mér þá á ég eftir að finna þetta sem þú veist að tala að ég það er eiginlega engin regla hjá mér sko í þarna hvorki sköpunarferli niður þannig að ég var orðinn mjög fastur í bókinu minni 9 Tímar á vatninu svona 2016 hún bara hreyfðist ekki hún er mjög flókin í byggingu það eru svo margar sögur svo bara komið þetta ekki saman og svo fór ég með þess að Nepalferð þar sem að ég loksins komst í Himalajafjöllin og allt inni fekk ég í fangið þarna svona ábyrðin að skila heimildamynd ofan á bók sem var ekki að gerast og þá var ég bara og ég man svona 2017 eitthvað bara í janúar eitthvað ég bara það var svona yfir þyrmandi bara einhver heimildamynd á flakkara sem að náðist ekki í sambandi við og bók sem var bara einhverjum henglum bara eitthvað Dalai Lama viðtal og viðtölu og afa og ókjör af loftslagsupplýsingum og jöklar og bara hafið og það bara þetta var og svo bæta við heimildamynd geðhils og hona það og ég hugsaði bara svona ég verið að velja en ég ákvað að velja ekki ég ætla bara að gera hvort tveggja og ég var eiginlega svona frosinn sko þannig að hvorugt verkefni hreyfðist en svo ákvað ég bara ég ætla bara að gera bæði samtímis og náttúrulega vinna með öðru fólki sko en ég ætla bara að fleita þeim báðum af stað og það var ólýsanleg tilfinning 2019 svona sumarið þegar ég ítt á send og sendi handriti til forlagsins svona var komið með bókina loksins og ítt á send þar sem að fyrsta svona röfkvætta myndina var send á heimildamyndahátíð út í Hollandi sama dag, já, wow. Og það var svona trillt svona bara svona uppskeru tilfinning mér leiði eins og ég væri með sláturfatt í fanginu á meðan ég var að tróða á vindþrúum bara svona styrluð svona uppskeru tilfinning og það reyndist mér vel að gera of mikið
sem kannski ekki góð heilræði til neins en það bara og náttúrulega já. En maður hefur heyrt þetta sko eins og mér finnst ekki gott að hafa og lítið að gera. Nei. En maður líka heyrt það þegar einstaklega eignast börn sko, allt inni fara að afkasta miklu meira, bara í vinnunni og svona, því þið nýta tíma bara betur og hafa einhvers konar pressu á sér. Já. Þannig oft sko, auðvitað einhver svítspotana með, þú veist, maður getur ekki gert allt í einu og tekið allt að sér. Nei. En það ég held að sé ákveðin svona, að hafa nóg að gera, getið þrýstmanni áfram til að afkasta meiri sko. Já, það merkilega var að verkefnin náði næra hvert annað á svona undirlega nátt, þannig að það að komast til Nepal í rauninni gaf mér lykil að Himalaya-fjöllum og sem ég vantaði fyrir bókina og það allt í einu bara og allt í einu var þetta svona samferðað mér í lífinu sko. Að ná að gera bæði en svo náttúrulega lág hiti og þungi klippivinnunar á samstæðsverkefninu þannig að maður náttúrulega ekki allan daginn yfir báðverkunum þannig að það en samt sem maður náttúrulega bara að fleita þessu hvort ekki áfram Þannig að bara að gera og fá lána hann sjálfsögða frá Kojak og láta hann láta hann saman það var eitthvað magnið að sigur á honum Já það er svona Það er hann að senda þér á Facebook bara eða hringið þig ég held samt sem aður sko það er svolítið skemmtilegt þegar að sko þannig var með mann sem er umhugað líkamlegan árangur að við eigum ekkert svona andlega coacha sko eitthvað sem sendir sko ég meina maður þekkir ungt fólk sem lent svona semi-þunglindi eða svona eitthvað bara svona aðeins út af og þá fyrir til sálfræðings 3 hverju viku eða eitthvað eða í hverju viku borgar 15 skall eða eitthvað en það er enginn sem sendir skilabóð svona kl. 11 fórstu það að labba í dag vaknaði fyrir 11 og þannig að ertu búin að borða ertu búin að hreyfa því þú veist þú ert ekki með eitthvað á bakinu það er meira svona og hvað þá við fyrir til geðlæknis og heitir hann 3 hvert mánuð eða eitthvað sko gefur þið bara pillur en ég hugsa að það vantar svona bara svona kerfi eitthvað sem bara aðeins liggur í þér sko og af því að áýlega saman við geðheilsu og líkamlega heilsu sko, bara matardagbók, þú veist, matur, svefn hreyfing sko þetta er eiginlega sömu leikil fyrirbærin sko þannig að ég myndi alveg vilja sjá svona sálfræðing sem er svona Kojak, láta mann Já, bara ertu búin að hreyfa í dag Já, accountability bara Já, bara skila þig og mér er ekki sama Já, nákvæmlega Það er enda góð hugmynd Ertu búin að hugsa 10 góðar hugsanir Ertu búin að hrósa þér í dag Já bara, það þarf að vera svona dálítið dedikeraður brjálað ykkur en nú veit það ekki Ég er algjörlega En allavega ég fæ bara svona hótunarbréf á minna Ímyndaður var ekki að dæma þig og getur svo frá einni skoðun sem gætur þú túlkuð sem óvinsal öðrum. Hver var þessu óvinsal skoðun? Já, nú erum við komin á Twitter hættisvæði. Twitter hættisvæði, já. Það má ekkert, já, það er óvinsalega skoðun, það má ekkert segja. Það má ekkert segja? Það má ekkert segja. Mér sem er því að segja það má ekkert segja það. Já. Þá getur ég fengið Twitter storm. Akkur má ekki segja neitt? Nei, ég veit ekki, það er óvinsæl skoðun, ég veit ekki alveg hver ég reynir bara að hafa vinsæla skoðanir ég held ég sé ekki með neina svona vondar óvinsæla skoðanir sem að blunda í mér sem ég langar til þess að slá fram í ég langar ekki til að segja að einhverju stjórnmálamenn séu vitlausir eða nei, hver væri óvinsæla skoðunin sem að og ég hef nú alveg það reyndar eins og þegar ég skrifaði draumana það voru sumar skoðunum mínar óvinsælli og ég sett þær fram þeir eru orðnar aðeins vinsælli núna reyndar sem er gott sko já og þannig að ég veit ekki hvort þessi óvinsæli skoðun ég held að kannski í sambandi við
mér langaði svona að rannsaka þér svona hvaða svona nei, ég ekki með neitt svona djúsanda þér sko, svona vísis fyrirsögn Ótti þetta kannski að breyta þessu spurningu í ef það myndi koma vísis fyrirsögn með þér Ég var alltaf að lenda í þessu sko Já, ok og það var svona þannig að svona í árdaga internetsins maður var svona eitthvað að flippa á Facebook og segja eitthvað svona búið til eitthvað svona samtöl ég bjóð til svona samtöl milli tvekja einstaklinga eitthvað þannig og þá svo þannig að já og það var síðan einhvern svona defa fyrirsögn og allir heldur að það verið grein sem ég skrifaði en ég segi, þetta var ekkert ég sem sagði þetta var samtöl milli tvekja manna það var svona skets samtöl milli ég get alveg að sagt fyrri hvort voru þessi tvær manneski sem töluðu í þessu samtali voru þær báðar ég eða var annar maður en ég var hinn ég og í bók er personan sem talar hún alltaf höfundurinn þetta var bara svona setning sem að mér varst freistandi að henda fram en kom samt úr munni annar manneski og já þannig að ég var svolítið brendur á þessu einmitt sko svona árdaga internetsins að þegar maður var svona kannski undir einhver á DFF var með það verkefni að kíkja á Facebook hjá mér reglulega og svo kannski bara í kommenti eða eitthvað, þú veist, saði maður eitthvað þá var það einhver svona forsíðu og maður bara svona, þannig að ég fór að bælast dálítið að þessu leyti sko. og svona bara það er hræðilegt að lenda í sko ég vorkin alveg ég hef alveg samúð með eftir að hafa lent svona í skítastormi á internetinu svona shitstorm nokkru sinnum og það sem maður segir eitthvað og meinar það ekki og í öðru samhengi eitthvað þá hef ég oft bara meiri samúð með fólki sem lendir í skítnum jafnvel þó að þessi fólk sem ég hef almennt ekki samúð með af því það er bara þú veist það eru allir bara þeir sjálfur og breyskir og þegar menn lend og þegar þú veist 10.000 manns á Twitter hrauna yfir þig það getur bara kasta fólki bara alveg onni í dýpstu myrkrin sko og þá er ekki að segja að það sem fólk gerði hafi verið réttlátt eða fólk geði sér málsbætur en það er til refsikerfi þess fólk fær refsingu í þarna dómsal eða eitthvað staðar en ég held að svona opinber hýðing sé einhver svona sársökafyllsta refsing ég held að ég myndi alveg meika það að fara í fangelsi í 2 vikur en ekki vissi af því skilur hvað, það væri smá leiðilegt þú veist, ef maður hefði kert of hratt eða eitthvað, ég veit ekki bara gert eitthvað af sér og bara smiglað inn í fangelsi og svo bara kemur aftur en það sé allt annað þegar að ég held að margir myndi frekar vilja það heldur að lenda í sko svona virkilegum svona opinberum skít í kannski svona 2-3 vikur sko eða mánuð ég held að allir sem hafa reynslu af því hafa lýsað í Björn Steinbeck hefur talað þetta sko svona þannig að ég er ekki að segja maður sem er svona einhverju gerenda meðvirkni eitthvað svona en ég samt veit alveg hvernig fólki líður sem að lendir í svona og þetta er svolítið hættulegt kerfi sko og ég ekki að bera blak af neinum hérna en bara en þetta er svona og það er það sem ég lærði líka ég tek aldrei þátt í þessu sko. Mér finnst það ekki vera mitt hlutverk að veist, er það mitt hlutverk að segja eitthvað einhvern hvað er ég að færa hvað hef ég fram að færa hvert er ég að flytja samfélagi þegar ég segi eitthvað svona einhvern sem við skiti á sig sko er ég að hlakka yfir því er ég að fleita mér ón á hans mistökum er ég að hefa mig yfir hann þú veist hvað fæ ég út úr því og ég fæ yfirleitt ekkert ég tek aldrei þátt í því sko eða reyni að taka ekki þátt í því ég hef gert það kannski áður fyrr og mér finnst alveg með gaggrina fólk rétt meðtanlega en þetta er bara mikil hraði og ég átti alveg til að skrifa grein kannski í blað eitthvað og mér finnst það alveg vera réttlætanlegt en þessi svona múgur sem að segir eitt orð þetta er svolítið eins og ganga svipugöng þar sem allir fá að hrækja þig sko og það er bara bókstaflega svona eins og bara
Game of Thrones eða eitthvað bara gengur bara gennum borgina og allir fá að hrækja þig sko. Og það ég get alveg vorið bara svona haft saman með bara svona eða svona ósympatískasta fólki fyrir bara lendið því sko. Já, það mjög sásökafullt sko. Já, ég held það sko. Og svo á fólk alveg bræður og mæður og börn og alls konar. Síðan önnur umræða sem bara hvernig sko, hvenær og hvernig á þá að hleypa fólkin aftur inn í samfélagið eða hjálpa þá að bæta sig eða eitthvað svo leið sko. Já, akkurat og það eins og það sé jafnvel sko, það var alltaf bara eitt að segja ég fór í meðferð það var alltaf svona viku viðtalið ég fór í meðferð ég er búin að leita mig hjálpar og það er hleypt inn aftur en það er sem meiri óreiða því núna sko. Það er bara hvernig þú fær að koma aftur inn það var bara sóttur lekkurinn og ykkur 15 ára tók ekki þátt í umræðan sín tíma bara hei, ég vissi þetta ekki og það bara byrjar að ringja ekki aftur sko. Ég veit ekki. Það er trúlega ekki. Ég er svona eitthvað með alveg nýjum veruleika og það sem að ég hugsa líka stundum og það sem fer mér líka stundum til að bakka er á hvers forsendum er ég í þessu sko. Að ég er inn á einhverju kerfi sem einhver milljónumar einhverju Ameríku bjóð til. Er þetta endilega plattformið sem er rétta plattformið til að bara leysa mál eða tala um mál sko. Í 240 stöðum sko. Já, í 240 stöðum eða er ég bara leiksoppur einhvers algoritma eða kerfis sko, væri samfélag er þetta akkurat rétta kerfið til að leysa mál eða fjallumál eða dæma og rannsækja mál og þá er ég samt ekki gera lítið úr í að það er fullt af svona fínum ræsingum sem að koma út í gegnum svona kerfi sko. En ég er samt alveg svona alveg hugsi sko. Algjörlega. Síðasta spurning. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annara einstaklinga, hver er svo skilaboð? Það er bara björgum jörðinu sko. Ég held að. Björgum jörðinu. Já, ég held að. Það er svona næstu 30 ár er alveg bara úrslita tími það og það er án þess að og þá björgum okkur í rauninni leiðinni að það er bara nákvæmlega verkefni sem er framundan, það er bara gríðarstórt, það þarf að breyta öllu, það þarf að breyta hverju við borðum, hvernig við framleiðum mat, hvernig við flytjum hluti, hvernig við ferðumst, hvernig orku innviðir, tísku, klæða, bara efni, sorpi, það er eiginlega bara svona umturna í öllu og ég spurði daginn einhverja hvaða óþægindi hefur svona fundið út af koronaveirunni. Fólk nefnir alveg bara svona ég hitti ekki vini mína í 1 ár og ég faðmaði ekki ömmu mína og ég fór ekki í skólan og ég mætti ekki í vinnuna og ég bara fór ekki til útlanda og ég held ekki brúðkaup og fekk ekki verið jarðarför, bara endalausar sko, hömlur og erfiðleikar sem fólk hefur þurft að þola fyrir það sko. En síðan spyrir maður, en hvað ertu sammálið í svona loftslagsbreytingar til langstíma eru bara talsveit alvarlegra. Ég vil þátt korona hefði bara farið óheft yfir okkur, þá hefði við svona jafnað okkur á nokkrum árum. En ertu sammálið að þar við bara svona við eigað grundvelli lífs sko. Og til langstíma jafnvel að fórna fleiri mannslífum heldur en við kannski viljum. En hvað svona hömlur eða óþægindi hefur þurft að þola út af því? Og þá klóra mér sér í höfðinu og svo bara jú, ég keypti Tesla bara Tesla er ekki óþægindi það er uppfærsla skilur, það getur ekki ætlast til þess að við tökum stærstu áskorun svona bara kannski sem einn kynslóð hefur fengið upp í fangið út frá vísindalegum niðurstöðum, bara þetta er bara áskorun sem skorar bara alla okkar hugmyndafræði uppeldi hugsjónir á hólm bara þú getur ekki leyst það bara með uppfærslu þú veist, þó að í rauninni flest það sem þarf að gera er í rauninni uppfærslu sko
í sambandi hvernig við hönnum borgir og hvernig við framleiðum mat og það eru alveg uppfærslur en það samt einhvers staðar þegar maður örugglega samt að upplifa bara já, ég vildi gera þetta en ég gat það ekki þú veist, en ennþá eins og við sem bara alveg bara þú veist, það hvergi mörk einhvern veginn fyrir hvað við fáum að gera sko þannig að mér finnst mjög líklegt að kynslóðin sem að misti bestu áræfinar í koronaveiruna og þarna og fær allar þessar upplýsingar í móðurmjólkinni af því að ég held að mín kynslóð og þeir sem eldri eru svolítið eins og afi, þú veist, hann skildi aldrei bílana sko það skilji, ég meina, þú veist, hann var alveg 40 eitthvað þegar, hann var svona 50 þegar bílana komu en hann náði þeim aldrei sko og hann var alltaf bara í Davíð Stefánsinni sko að maður svo mótaður af þeim tíma þegar maður þú veist, aðalast upp og 20 til 30 eða eitthvað, þegar maður færir í rauninni mótar í rauninni allt kerfið í hausnum á sér, þannig ég held að við sem fara í rosalega breytingar á næstu 30 árum að núna finnst okkur eins og ekkert sé að gerast en síðan allt í einu kynslóð, þú veist, núna bara á föstudaginn voru 16 ára krakkar að ávarpa 100.000 manns einhvers staðar í Hamborg, skilur þú veist, það var enginn minni kynslóð sem stóð á sviði og ávarpaði 100.000 manns eitthvað mikilvægt þannig að ég get alveg trú að það komi allt í einu bara svona kynslóð upp og við verðum bara cancelled stefnir alltaf það, hann Björgum Plóndri já, ég held þessi flott logo Andri Snæbjörnsson, takk hérlega fyrir að gefa tíma til að spjalla takk fyrir mig og gangi vel og allt áfram að vera svona flottir í sem þú gerir sömuleiðis, takk hérlega. Takk.